Óttast að tæplega 2000 mótmælendur hafi verið drepnir í Íran síðan mótmæli hófust fyrir áramót. Sérfræðingur segir klerkastjórnina aldrei hafi verið jafn veikburða. Já, ég myndi að segja að staðan mjög tæp. Grænlendingar velja Danmörk og NATO fram yfir Bandaríkin ef til þess kemur, segir formaður landsstjórnar Grænlands. Stjórnvöld á Grænlandi og í Danmörku funda með Bandaríkjastjórn á morgun. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins gerði athugasemdir við ófrágengna rafmagnstöflu í skemmunni sem brann í Gufunesi í gær. Reykjavíkurborg bar ábyrgð á úrbótum og vék frá húsaleigulögum við útleigu skemmunnar. 5 ár eru í dag frá tímamóta aðgerð þar sem handleggir voru græddir á Guðmund Felix Grétarsson. Þrátt fyrir margs konar bakslag segir hann aðgerðina vel þess virði og hafa fært sér sjálfstæðið aftur. Nýjustu íbúarnir á leikskólanum Iðavelli á Akureyri eru stór förustafa fjölskylda. Litlu heimilistýrin hafa vakið mikla kátínu meðal nemenda og starfsfólks. Það er skemmtilegt að halda þau. Já, þau bíta ekki. Komið sæl. Mannréttindasamtök segja að minnst 734 mótmælendur hafi verið drepnir í Íran síðan mótmælin hófust skömmu fyrir áramót. Samtökin Iran Human Rights sem starfrækt eru í Noregi segja þó að líklega hafi mun fleiri verið drepnir, líklega nokkur þúsund manns. 9 þeirra sem staðfest er að hafi verið drepnir voru undir 18 ára aldri. Mótmælin voru í fyrstu friðsamleg og snerust slæmt efnahagsástand landsins. Eftir hörðu viðbrögð lögreglu hefur aukin harka færst í mótmælin og kallað er eftir stjórnarskiptum í landinu. Klerkastjórnin í Íran hefur stýrt landinu með harðri hendi síðan 1979. Oddur, klerkastjórnin hefur lokað fyrir alla netumferð en mótmælin halda samt áfram þrátt fyrir það. Já, það verður svona einhver kraftur allavega að vera áfram í mótmælendum. Við vitum kannski ekki nákvæmlega hversu mikill eða hvers konar hörku mótmælendur sé að mæta. Svona netbann hefur auðvitað bæði það í för með sér að mótmælendur geta síður skipulagt sína fundi og svo vitum við síður nákvæmlega hvað er í gangi. Einu myndirnar sem við fáum frá Íran og einu fregnirnar eru frá ríkismiðlunum og þar er allt bara í algjöru samræmi við línu stjórnvalda. Það sem við vitum þó er að þeir sem lögregla hefur drepið eru ekki bara 100, þeir eru frekar þúsundir sem að þýðir það harkan í byltingaverðinum og öryggislögreglunni í Íran er töluverð og við heyrum dæmi að fólk sé jafnvel handtekið fyrir þátttöku í mótmælum, dæmt til dauða, jafnvel samdægurs og svo kannski daginn eftir er það tekið að lífi og þó svo að dauðarefsingar séu tíðar í Íran þá er þetta eitthvað sem mannréttindasamtök segja sé eitthvað alveg nýtt. En þú hefur rætt við sérfræðinga í Íran bæði í gær og í dag. Hvað segja þeir? Stærsta spurningin er svona hvort að slagkrafturinn í þessum mótmælum sé slíkur og hvort að efnahagsástandið í landinu sé það slæmt að það verði klerkastjórnina falli og við skulum bara heyra hvað Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í sögu Mið-Austurlanda, sagði það. Nei, já, ég myndi að segja að staðan mjög tæp og þetta kannski núna er þetta kannski svona í fyrsta sinn sem við séð í langan tíma þar sem fólk óttast mjög eða fólk telur það mjög líklegt að það muni draga til tíðinda í Íran. Er klerkastjórnin veikari fyrir en nokkur sinni áður í tæplega 50 ára sögu, myndur þú segja það? Já, alveg tvímælalaust. Fyrsta lagi er efnahagsástandið slíkt að hún stendur mjög höllum fæti. Öðru lagi er æðsti leiðtoginn Ali Khamenei kominn að þann aldur að hann hefur ekki sama kannski svona stuðning og orku til að stýra landinu með samhættu oft áður. Í þriðja lagi er bara óánægjan, hún er byrja mun almennari heldur en oft verið áður og síðan er Íran bara orðin einangri eða alþjóðavettvangi heldur en hefur verið. Þeir hafa mist þarna bæði Hezbollah-stjórnina og Sýrlandsstjórnina sem þýðingarmikla bandamenn og efnahagsþvinganir á Íran hefur bara gert það verkum að millistéttin og efri millistéttin í Íran er virkilega að finna fyrir því að þeir eiga varla í sig og á. En Oddur, Bandaríkin, Trump hefur hótað að grípa þarna inn í einhverju leyti í þágu mótmælenda. Hvað vitum við það?
Trump sagði þegar þessi mótmæli hófust þarna skömmu fyrir áramót að ef að stjórnvöld Íran tæki upp á því að fara að drepa mótmælendur og þá myndu Bandaríkin grípa inn í. Síðan hefur orðið mikið blóðbað en Bandaríkin hafa samt ekki gripið inn í. Trump tilkynnti nú í morgun að það eru tollar, 25% tollar settir á öll þau ríki sem að versla mikið við Íran og Kína þar fremst í flokki og svo sagði hann á Truth Social síðdegis að mótmælendur í Íran skildu halda uppteknum hætti, halda áfram mótmæla, taka jafnvel yfir stofnanir landsins og halda áfram að berjast því að hjálp væri á leiðinni. Hvers konar hjálp vitum við ekki. Hann spurður að þessu blaðamannafundinum og bara rétt fyrir frétti hvað hann ætti við með því þegar hann segði að hjálp væri á leiðinni og hann sagði að blaðamenn eru bara að finna út úr því sjálfir og Magnús Þorkell segir að þrátt fyrir þessi orð Trumps að þá sé mjög ólíklegt ennþá að Bandaríkin hlutist einhvern veginn til þarna í Íran. Ég myndi segja það sko, það til marks það að hversu örvæntingafullir þeir eru að þeir lokuðu landir með internetið og þú veist hvaða nútíma þjóðfélag getur starfað án internetsins í dag og það bara sýnir að þeir töldu að hættan var svo mikil að það þurfti að greipa til þessa nauðsynlega aðgerða og hins vegar er að Íranar geta ef klerkastjórnin metið sem svo að það stafar ákveðin hætta frá til dæmis Bandaríkjamönnum, þá geta þeir valdið einhverjum skaða á hagsmunum þeirra á svæðinu. Það virðist eins og að Trump þó að upphaflega hann talaði að Bandaríkjamenn ætla að beita sér í þessum máli, þá virðist eins og það ekki eins líklegt og í dag eins og var fyrir nokkrum dögum síðar. Þannig að það er ólíklegt að Bandaríkjamenn fara að blanda sér inn í eins og staðan er núna. Skemman sem brann í Gufunes í gær taldist ekki hæf til afnota í úttekt slökkviliðsins árið 2024. Reykjavíkurborg bar ábyrgð á úrbótum og vék frá húsaleigulögum við útleigu skemmunnar. Altjón varð á skemmunni eftir að eldur kom upp í henni í gærkvöld og meðal þess sem brann voru leikmunir úr þáttaröðunum True Detective, Felix og Klöru, dönsku konunni og Vigdísi og þá brann einnig nokkuð af minjum frá hernámsárunum. Munirnir voru að mestu leyti í eigu kvikmyndafyrirtækisins True North sem leigði skemmun af Reykjavíkurborg. Í leigusamningi segir að ástand hússins sé ekki að öllu leyti í samræmi við húsaleigulög og almennar venjur ástand leiguhúsnæðis. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu gerði úttekt á brunavörnum skemmunnar eftir ábendingar fyrir tæpum 2 árum. Þá er þessi skemma tóm og við gerum nokkrar athugasemdir við, flóttaleiðir og annað, rafmagnsmál, en förum síðan ekki dýpra í það þar sem þetta er náttúrulega bara gömul skemma sem ekki var ætluð til notkunar fyrir þar sem væri einhver starfsemi þar sem fólk væri til staðar. Hvernig rafmagnsmál gerðu athugasemd við? Bara að rafmagnið væri í ólagi. Og niðurstaðan var að skemman var metin óhæf til afnota í því ástandi sem hún var þá. Vitið hvort að úrbætur voru gerðar? Nei, við fylgjum þessu máli í raun og ekkert frekar eftir. Þarna erum að ræða geymslu húsnæði sem við horfum og forgangsröðum ekki þannig hjá okkur. Hver ber ábyrgð á því að úrbætur séu gerðar eftir að slökkvilið gerir svona athugun? Eigandi ber alltaf ábyrgð á brunavörnum í sínu húsnæði. Að sögn lögreglu sem rannsakar eldsupptök eru núna í upphafi rannsóknar, engar vísbendingar hvað þeir geta kveikt eldinn, en þar er allt til skoðunar. Og engin svör fengust frá Reykjavíkurborg hvort ráðist hefur verið í úrbæturnar. Grænland og Danmörk ganga samstíga til fundar við Bandaríkin á morgun framtíð Grænlands. Þetta voru skýr skilaboð forsætisráðherra Danmerkur og formanns landsstjórnar Grænlands á sameiginlegum blaðamannafundi í dag. Kære grønlænder, I skal vide, at vi står sammen. Det gør vi i dag, det gør vi i morgen, og det bliver vi ved med at gøre. Først og fremmest så vil jeg gerne gentage, Grønland er ikke til salg. Í hnotskurn eru þetta skilaboðin sem gengið verður með til fundar við Bandaríkjastjórn á morgun. Grænland er ekki til sölu og grænlendingar og danir standa saman. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO, vi vælger kongeriget Danmark, vi vælger EU. Donald Trump Bandaríkjaforseti minnti enn og aftur á eindreginn vilja sinn til að yfirtaka Grænland með færslu sem Hvíta húsið birti á X í nótt. Mette Frederiksen skóf ekki af því þegar hún beindi orðum sínum til forsetans á blaðamannafundunum í dag.
Det har ikke været nemt at stå op imod et helt uacceptabelt pres fra vores nærmeste allierede igennem en menneskealder, men meget tyder samtidig på, at det sværeste nu ligger foran os. Á fundinum á morgun verða utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og utanríkisráðherrar Grænlands og Danmerkur, auk J.D. Vance varaforseta Bandaríkjanna. Fundur verður haldinn í Hvíta húsinu og Vance þar með í eins konar hlutverki gestgjafa. Fundurinn gæti orðið mjög örlagaríkur fyrir Grænland, Danmörku og framtíð NATO. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra átti símafund með öðrum forsætisráðherra Norðurlandana í dag og við ræddum við hann í dag fyrir fundinn. Styðið þessar tillögur að NATO verði með stóraukin umsvif á Grænlandi? Þetta eitt af því sem við ætlum að fara yfir, hvernig þessi umsvif munu vera, aðkoma annarra NATO-ríkja, áhrifin á Ísland. Þetta þetta allt svona svolítið nýtilkomið, ef ég get verið fullkomlega hreinskilin, þessi staða sem uppi núna á norðurslóðum og hérna norðarlega í Atlantshafi. En ég verð samt að segja að sumu leyti þá hefur þetta ýtt við fólki og við höfum lagt áherslu á það að öryggismál hér á þessum stað, þau þurfa að vera í umræðinu, þau þurfa að vera í fókus í NATO og það jákvæð vinkillinn á þessu, þó að sjálfsögðu höfum áhyggjur af stöðun á Grænlandi. Og meira forsætisráðherra því hún segir forgangsmál að koma samgönguáætlun í gegn á vorþingi sem hefst á morgun. Þingið þarf að afgreiða mörg stór og mögulega umdeild mál. Ríkisstjórnin samþykkti í morgun breytingar á þingmálaskrá sinni sem gerðar verða opinberar í fyrramálið. En forsætisráðherra segir að þar verði engra stórtíðinda vænta. Þessi ríkisstjórn ætlar sér að klára samgönguáætlun á þessu vorþingi. Innviðafélagi líka sem þetta lykilbreyta í að standa undir stórframkvæmdir í landinu og byrja aftur að bora. Það á enn eftir að afgreiða mörg mál frá haustþingi, auk þess sem þingmálaskráin boðar fjölda mála með vorinu. Mörg þeirra getur hæglega staðið í stjórnarandstöðunni. Mál eins og lagareldi, búvörulögin, Airbnb-frumvarpið, strandveiður og fjármálaáætlun. Svo fátt þessi nefnt. Gamlir draugar eins og bókun 35 annars slíkt mál og miðflokkurinn líklegur til að verja tugum klukkustunda í ræðustól vegna þess. Lítið þingsályktunartillaga framhald aðildarviðræðina við Evrópusambandið dagsins ljós, líkt og utanríkisráðherra hefur boðað, hún líkleg til að hljóta sömu örlög. Útlendingamál verða fyrirferðarmikil og reynir dómsmálaráðherra komi gegn málum eins og brottfarastöð, afturköllun verndar og dvalarleyfum. En mér hefur fundist skilaboð stjórnarandstöðu vera algjörlega skýr það að þau ætla að styðja okkur í þessum málum sem við erum með á dagskrá. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra verður sömuleiðis tíður gestur í þingsal vegna mála sem eiga að einfalda regluverki í orkumálum. Þar erum við að tala breytingar á lögum rammaáætlun. Við erum að tala að koma skikja og skapa betri umgjörð utan vindorku nýtingu. Ég að leggja það fram núna í febrúar. Svo erum við með 2 rammaáætlunarpakka á þessu þingi sem þarf að klára. Það hins vegar atvinnuvegaráðherra sem rýður á vaðið á morgun. Hún mælir fyrir frumvarpi sem gerir stjórnvöldum kleift að stöðva viðskiptagjörninga á grundvelli þjóðaröryggis ef erlendir aðilar eiga í hlut. Og svo breytingum á búvörulögum. Upphaflega stóð til að afturkalla í heild umdeildar breytingar sem gerðar voru á síðasta kjörtímabili og undanskildu afurðastöðvar samkeppnislögum. Gengið mun skemur í þetta skipti og verður hluti greinarinnar en undanþegin samkeppnislögum. Það áfram undanþága fyrir mjólkina og síðan fyrir sauðféð og annað slíkt. Við erum að taka til dæmis hvítakjötið út. Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi íslenska ríkið brotlegt gegn konu sem höfðaði mál á grundvelli óréttlátrar málsmeðferðar í kynferðisbrotamáli. Ríkið var sýknað í málum 4 annarra kvenna. 9 konur kærðu íslenska ríkið með aðstoð Stígamóta fyrir nokkrum árum fyrir að hafa brotið á rétti þeirra til réttlátrar málsmeðferðar. Konurnar höfðu allar kært nauðgun, heimilisofbeldi og kynferðislega áreitni til lögreglu og mál þeirra voru felld niður. Dómur féll í 2 málum í ágúst og var ríkið dæmt brotlegt í öðru þeirra. Íslenska ríkið var sýknað í 4 málum en í því 5. var það dæmt brotlegt gegn 8. grein mannréttindasáttmála Evrópu sem fjallar friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Þolandinn í því máli var 16 ára þegar hún kærði kynferðisbrot til lögreglu. Í niðurstöðu dómstólsins það gagnrýnt að rannsókn lögreglu hafi ekki beinst að því hvort þolandi hafi veitt geranda samþykki sitt eður ei,
Með því hafi ríkið brotið gegn grundvallar mannréttindum konunnar. Þetta grafalvarlegt og þetta mjög dapurlegt. Tala ekki sko eins og hér síðast í haust sko það sem að mál einfaldlega fyrnast í meðferðin lögreglunnar. Og þessu máli að þá er nálgun lögreglunnar og rannsakenda svo þröng og saksóknar að það er útilokað að máli hefði náð fram að ganga og Mannréttindadómstóllinn mjög gagnrýninn á það. Íslenska ríkinu gert að greiða konunni skaðabætur. En þessi mál sem að þannig sé töpuðust fyrir Mannréttindadómstólnum, hefur það einhverja þýðingu? Já, það hefur bara umtalsverða þýðingu. Ég held að öll þessi vegferð hafi verið mjög mikilvæg. Það hafi aðeins svona hrist upp í kerfinu, menn endurskoða verklag að einhverju leyti og rýnt í það. Það eru 5 ár í dag síðan Guðmundur Felix Grétarsson fékk rædda á sig nýja handleggi í aðgerð sem markaði tímamót í læknavísindum. Guðmundur segir síðustu ár hafi verið baráttu en vel þess virði. Í janúar 2021 fékk Guðmundur símtal þar sem honum var sagt að mögulega væri komin gjafi fyrir aðgerðina sem hann hafði beðið eftir. Undirbúningur fyrir aðgerðina hófst 12. janúar en þann dag voru einmitt 23 ár frá vinnuslysinu sem varð til þess að Guðmundur missti báða handleggina og degi síðar var aðgerðin framkvæmd. Bataferlið var mjög krefjandi fyrstu vikurnar. Svo með tímanum þá breytast handlegginni svolítið og verða, bæði liturinn að þeim aðlagast restina af líkamannum, hárin á höndunum breyttust og urðu eins og restina af líkamannum að mér. Þannig að það er svona, urðu alltaf meira og meira mínar, sko. Guðmundur segir að síðustu 5 ár hafi ekki alltaf verið auðveld. Líkaminn hefur hafnað handleggjunum og hann gengist undir þó nokkrar aðgerðir, ásamt að fá gífurlega steraskammta. Það hefur svona slæm áhrif á bein. Þannig að mjöðmin á mig fór og ég þurfti að fá nýja mjöðm núna í desember. Þannig að þetta svona búið að vera pínu barátta en samt þess virði. Það sem ég hef fengið í staðinn það svona smá vottur af sjálfstæði. Ég get borðað sjálfur, ég get baðað mig og bustað mig í tennurnar og klætt mig og svona. Hann sé alltaf að læra betur á handleggina. Ég hef voða gaman að vinna með höndunum. Ég var að vonast til ég geti gert meira. Til dæmis við að mála þá þarf bara konan mér bara að teipa mig fastan við spýtuna og þá get ég rúllað veggi og svona. Ég hefði viljað hafa sterkara grip og geta gert aðeins meira en það hefði bara verið bónus. Aðgerðin markaði tímamót í læknavísindum. Meira en 50 læknar og hjúkrunarfræðingar tóku þátt í henni og hún tók 14 klukkustundir. Guðmundur segist stoltur af að hafa verið hluti af þessu. Ég er ennþá að fá skilaboð frá fólki allstaðar úr heiminum sem að hefur fyrir að fylgjast með þessu og er í svipaðri aðstöðu, og þetta gefur rosalega mörgum von. Og hann er bjartsýnn fyrir komandi tímum. Nýlega stofnaði hann fyrirtæki og vonast til að komast úr örorku ástandinu eins og hann orðaði það. Ég er að fara að flytja inn og selja búnað fyrir smartheimili. Þannig ég er í rauninni núna 28 árum seinna að fara aftur inn í fagið sem ég lærði uppalega og sem rafvirkjunin nýtist mér. Og það væri ekkert að gerast nema fyrir þetta. Framsóknarflokkurinn leggur til að settur verði á laggirnar þverpólitískur starfshópur málefni barna og ungmenna vegna þess að úrræði skorti fyrir börn með alvarlegan vanda. Þingflokksformaðurinn Ingibjörg Isaksen tilkynnti áformin á blaðamannafundi í dag ásamt formanninum Sigurði Inga Jóhannsyni. Þau vilja að hópnum verði falið að móta grunn að aðgerðaáætlun í málefnum barna og hann skipaður fulltrúum allra þingflokka og helstu fagstofnana. Framsóknarflokkurinn fór með stjórn í menntamálaráðuneytinu í 8 ár frá árinu 2017 og segir Ingibjörg flokkinn því finna til ábyrgðar. Gekk þá ekki vel í ykkar stjórnartíð að bæta í þessum málaflokki? Já, við finnum til ábyrgðar, þess vegna erum við hér í dag. Við viljum setja þessi mál á dagskrá aftur. Það var ýmislegt sem ávannst í tíð Framsóknar í þessu ráðuneyti. Margt sem var gert mjög vel, annað sem hefði mátt ganga hraðar og betur fyrir sig. En eins og ég sagði, þá tekur þetta lengri tíma heldur en 1 eða 2 kjörtímabil. Á leikskólanum Iðavelli á Akureyri býr hópur af förustöfum. Skordýrin komu hingað til lands með einum starfsmanni leikskólans. Á ég taka hann?
Gæludýrin, þau eru alls konar. En hér á leikskólanum Iðavelli, þar eru það förustafir sem krakkarnir sjá og starfsfólk og þeir hafa vakið mikla lukku. Það var starfsmaður sem fekk að gjöf förustafi sem var eitthvað sem var okkur frekar ókunnugt. Við þekkjum þessi dýr ekki vel, við lifum ekki svona náttúrulega umhverfi á Íslandi. En þetta eru gæludýr víða erlendis og fást í sumum gæludýrabúðum hér skilst mér líka. En við fengum það allavega að gjöf. Ótrúlega spennandi, þetta er svona öðruvísi kvikindi en við erum vön að hafa nálægt okkur. Hvað er förustafur? Við vitum það ekki. Förustafir eru laufblaðaætur sem líkjast helst trjágreinum og til eru yfir 3000 tegundir. Flestar þeirra lifa í hitabeltinu en dýrin finnast þó í fjölmörgum löndum. Þessir förustafir koma frá Lettlandi, þaðan sem einn starfsmaður leikskólans er. Og hvað gerið þið með förustafina? Þeir labba og ég gefið þeir kál. Það er skemmtilegt að halda þau. Já, þau bíta ekki. Hvað finnst þeim þessa fjölskyldu hérna, leikskólabörnunum? Ég held að sé bara alls konar. Sum bara valla að taka eftir þeim og hafa engan áhuga á þessu, á meðan önnum finnst þetta skemmtilega og spennandi, finnst gaman að halda þeim. Einhverjum sem finnst þetta svona hálfógislegt? Já, það er alveg nokkur sem finnst þetta svona frekar ógislegt. Finnst ykkur þeir flotti? Já, og sætir og skemmtilegir. Okkur gestunum þóttu þeir kannski ekki alveg jafn sætir. Og haldið að þetta muni halda áfram, munið þið vera hér aðalandi förustafi mörg ár fram í tímann? Mér sýnist það, þeim líður vel hérna og þeir fjölga sér þannig að við fáum alltaf fullt af ungum og annað og þeir lifa svona cirka ár þannig að endurnýjunin er kannski nokkur hröð. Hvað ertu með ofan í þessum dalli? Egg. En hvað gerist þegar þau eru tilbúin? Það klekjast út litlir ungar. Ég er að reyna. Já, þú getur. Hann má ekki snerta mig að kjólinu. Sko. Hann er eitt fót. Ég náði þessu. Nú ný Barbie-dúkka var kynnt til sögunar í Bandaríkjunum á dögunum en hún er með einhverfu. Dúkkan er hönnuð í samstarfi við einhverfusamtöku Bandaríkjunum en henni fylgja streitulosandi leikföng og heyrnartól sem útiloka umhverfisljóð. Dúkkan er hluti af tilraunum Mattel-fyrirtækisins til að hafa vöruúrval sitt meira inngildandi. Áður hafa komið á markað Barbie-dúkkur sem eru með sykursýki, Downs-heilkenni og sjónskerðingum. Bandarískur áhrifavaldur segir að þó svo að ekki séu til neinar staðlaðar birtingarmyndir einhverfu sé mikilvægt að Barbie eigi einn fulltrúa í þeim hópi. Just being able to feel seen and understood and accepted exactly as you are is going to do huge things for these girls. And I think actually, just starting those conversations for people who don't know, it kind of even gives them a point in the direction that it's okay to be different, it's okay to use different tools, it's okay to need different things. Og Urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að ræða menntamálin í kvöld. Gestur minn er Inga Sæland, nýr mennta- og barnamálaráðherra, en ummæli hennar undanfarna daga menntakerfið og það leiðir sem hún hyggst fara til þess að bregðast við slökum námsárangri íslenskra nemenda og hrakandi lestrarkunnáttu hafa vakið mikla athygli, bæði jákvæða og neikvæða. Þannig við ætlum að ræða þessi mál og fleiri. Svo kíkjum við líka í heimsókn norður á Húsavík í lok þáttar, þar sem er búið að stofna nýtt fjölmiðlafyrirtæki. Takk fyrir það, Urður, missum ekki að Kastljósi en við ætlum hins vegar að líta til veðurs. Það er norðaustanátt í kortunum fyrir morgundaginn og getur snjóað lítillega á köflum norðan og austanlands en að öðru leyti verður þurrt og nokkuð bjart veður. Hitatölur á láglendi verða í kringum frostmarkið en öllu kaldara inn til landsins og þá sérstaklega norðan jökla. En það verður nánar fjallað horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Ísland spilar fyrsta leik sinn á EM karla í handbolta á föstudag. Sérfræðingur er nokkuð sáttur með frammistöðu liðsins í æfingaleikjunum tveimur helgina. Það var mikil dramatík þegar áttalega úrslit bikarkeppni karla í körfubolta kláruðust í gærkvöld. Hetju þristur á lokasekúndunum skar úr sigurvegara í leik Vals og Keflavíkur. Og við förum yfir leik Liverpool og Barnsley í enska bikarnum, allt saman í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Áður en við kveðjum ykkur ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma.
Óttast að tæplega 2000 mótmælendur hafi verið drepnir í Íran síðan mótmæli hófust fyrir áramót. Sérfræðingur segir klerkastjórnina aldrei hafi verið jafn veikburða. Já, ég myndi að segja að staðan mjög tæp. Grænlendingar velja Danmörku og NATO fram yfir Bandaríkin ef til þess kemur, segir formaður landsstjórnar Grænlands. Stjórnvöld á Grænlandi og í Danmörku funda með Bandaríkjastjórn á morgun. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins gerði athugasemdir við ófrágengna rafmagnstöflu í skemmunni sem brann í Gufunesi í gær. Reykjavíkurborg bar ábyrgð á úrbótum og vék frá húsaleigulögum við útleigu skemmunnar. 5 ár eru í dag frá tímamóta aðgerð þar sem handleggir voru græddir á Guðmund Felix Grétarsson. Þrátt fyrir margs konar bakslag segir hann aðgerðina vel þess virði og hafa fært sér sjálfstæðið aftur. Nýjustu íbúarnir á leikskólanum Iðavelli á Akureyri eru stór förustafafjölskylda. Litlu heimilistýrin hafa vakið mikla kátínu meðal nemenda og starfsfólks. Það er skemmtilegt að halda þau. Já, þau bíta ekki. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Nýjustu fréttir má finna allan sólarhringinn innan RÚV.is en næsti fréttatími er hins vegar hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. En við á fréttastofunni, við ætlum hins vegar að þakka ykkur samfylgdina það sem af er þessum degi. Verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Þórarinn Eldjárn, húmor er oft ekkert grín. Heimildamynd rithöfundinn Þórarinn Eldjárn, feril hans og verk. Artúr Björgvin Bollason tekur Þórarinn tali og vinir og samferðamenn tala kynni sín af honum. Fjalla rithöfundaferil hans og ljóð, skáldverk og sagnfræðirit. George Harrison, Þögli-Bítillinn. Heimildaþáttaröð í leikstjórn Martin Scorsese ævi og feril Beatlesins George Harrison. Í myndin notast við viðtöl við samferðafólk Harrisons, myndefni frá tónleikum og ljósmyndir og upptökur úr einkasafni.